Sko, þegar að við erum með, spennustilli við heilbyggjafurinn þá þurfum við að byrja á því að reikna gáruspennuna og við notum stuðulinn 6 því að í formúlusafninu okkar þá höfum við aðferð við að reikna gáruspennu þegar við erum með heilbylgjuafurðun 4 díóður þá það stuðullinn 6 sinnum straumurinn í milliamperum deilt með stærð þéttisins í mikrofaratum þá gerum við þetta svonig og reiknum gáruspennuna fyrst hérna vorum við að gefa okkur 200 milliampera straum en í æfingaprófinu ykkar þá erum við bara með einhvern annan straum eitthvað 350 milliamper og svo deilum við með stærð þéttisins og þannig notum við alla gáruspennuna í þessum útreikningum og ég setti og ég verð með hérna formúluna fyrir Umax það er sem sagt, þá leggjum við saman það sem við eigum að fá út úr spennustillinum og í þessu tilfelli væri þetta 12 volta spennustillir þá segjum við spennan út er 12 volt pluss það sem að spennustillin þarf að hafa yfir sig sem að ég gefið hérna í dæminu spennustillin þarf að nota 2 volt yfir sig svo kom ekki brot í spennuna út þannig við þurfum að leggja 2 volt hérna við og pluss öll gáruspennan svo kemur hún hérna sem sagt USPST þýðir spennustillir það er þessi 2 volt sem að þarf yfir spennustillir pluss gára það er það sem við reiknum út sem gáru og síðan pluss 2 díóður spennuföll og þá fáum max gildið og reiknum okkur upp í 16,6 volt hámarksgildi spennunar til þess að finna verkagildið U inn þá deilum við með rótina 2 í U max þannig að 11,7 volt er reiðspennan virkagildi reiðspennunar sem við þurfum að hafa inn á afreiðir þessar 4 díóður hérna. Ljómandi, þetta er aðferðin við að finna spennuna, virkagildi reiðspennuna hérna inn á til þess að fá ekkert brot í spennuna út á álagið hér. Þá segjum við þessari yfirferð lokið.